Halldór Armand Greifi. Það passar svo Halldór Armand Ásgeirsson. Já. En það eitthvað svo ofsalega greifalegt við þetta Armand-nafn. Já, og svo ekkert á bak við það, sko. Já, við sjáum til. Engin þungi. Við látum reyna á þennan franska höfðamann sem komið til okkar. Hann rithöfundur og hann pistlahöfundur og núna hann starfsmaður utanríkisráðuneytisins, varnarmálaskrifstofunni, spila risk allan daginn. Ég ætla að renna yfir kostendur og það að sjálfsögðu kaldi 0% bjórinn sem ég drekk alla daga og öll kvöld. Jisk. Reykjavík Fótó, vefverslunin hjá Bauhaus, það bara bauhaus.is. Storytel og þar nú slatta bókunum. Já. Þú ert með 3 inn á Storytel. Já, ég held að. Og svo pistlar líka. Já, sem var bók sem kom bara út hjá Storytel. Já. Og svo það Tryggingamiðstöðin. Kíkjum aðeins á næstu glæru. Að því að þú ert fyrrverandi þjáður listamaður. Já. Og þá hefðurðu notið þess að fá hérna fara á story.tel /bókakjallarinn og fengið fría áskrift í mánuð. Ok. Þannig að þú veist að þið næst þegar þú verður fátækur. Já, það kemur að því. Kíkjum á næstu mynd. Þetta alla bækurnar þínar. Og þetta mér finnst svo geggjaði titlarnir. Já. Mér finnst líka svo magnað sko söguefnið allt sko að þetta ekki svona þetta dæmigerða það sem að bækur framhald af einhverju. Þarna bara hérna systkini það sem að bróðir vill réttlæta að hann hafi myrt systur sína og svo yfir í náttúrulega þessa frægu bók, mikilvægt rusl sem var mikið umtöluð í fyrra. Já. Og svo ætla ég að bæta við einni myndi viðbót. Mér fannst dómarnir alveg stórkostlegir mikilvægt rusl. Já. Þar til þú kemur að dómnum hennar Kolbrúnar Bergþórsdóttur. Ekki fyndin bók. Og það var alveg ástæða til að auglýsa það með öllum 4 af 5 stjörnudómunum. Algjörlega. Ein myndi viðbót. Þetta hérna mynd þar sem að Halldór Armand birti að Arnaldur væri að seljast í bílförmum eða vörubrettum en bætti við Armand. Hérna lagðustu mjög lágt fyrir ári síðan þegar þú ætlaði bara að gera allt til að selja bókina. Já. Og bauðst upp á því beinni útsendingu í fréttunum og lagðist upp á barborð. Já. Og hér wasted þegar þú fékkst ekki listamannalaunin. Já, þetta tengt í rauninni sko, hérna á myndinni lengst til hægri þar var ég að láta sko krossfesta mig á barnum sem vinir mínir eitthvað röntgenir í bæ af því að þú færði ekki listamannalaun þá vorkinur þér svo mikið sko og ég vildi svona taka fórustu í því líka sko að einhvern veginn vorkenna mér mest sko þannig að ég væri svona sá listamaður sem vorkendi sér mest sko þess vegna vildi ég láta krossfesta mig sko. Sko ég ætla að tala við þenn listamannalaun á eftir og hérna og líka þetta bara þessi hryllilegu örlög þín að vera wasted eftir hérna eftir það en hefur ekki bara reyna að hafa þetta gaman? Jú. Þessi setning stórkostleg. Já, bara reyna að hafa gaman sko. Þú skrifaði pistilum þetta og segðu mér aðeins frá bara hvað þetta í okkur að segja ekki bara reyna að hafa gaman? Já. Eða ég bara reyna að hafa gaman? Ég bara reyna að hafa gaman. Þetta var náfrændi minn sem er líka besti vinur minn hérna Guðmundur. Hann vann sem bara hann var tvítur eitthvað. Hann vann hann í löggunni, sumarvinnu í löggunni hérna upp í Borgarnesi sko. Það var hann sem hérna sagði mér þessa sögu og var einn af lögreglumönnunum sem upplifði þetta sko að þurfa að stoppa bílalest á þjóðveginum sko sem hérna sem voru öll með íslenska fánan sko blaktandi á bílunum sko og það brot á fánalögum sem lögreglan á að framfylgja sko. Þannig að þeir stoppa þessa bílalest og þú veist þá kemur í ljós að þetta sko að vera á leiðinni með krakka í sumarbúðir sko og vera að fara með þau upp á jökul og þú veist bara gaman skilur að vera með fánan og þeir hérna á frændi minn verður hérna fylgist með því þegar hann samstarfsmaður hann segir við fremsta bílstjórann bara stoppar það sko þið hérna
þú veist, við erum í íslenska fánan hérna, sé blaktandi, sko, og það má ekki, sko, og þá svarar þessi maður, sko, og veist, hún mikið niðri fyrir og hann segir þetta, sko, hérna, já, við erum bara, veist, við erum bara leiðinni hérna upp á jökul með krakka hérna í sumarbúðum. Veistu, við erum bara að reyna að hafa gaman, sko. Reyna að hafa gaman, sko. Og, veist, svo þeim náttúrulega bara sagt að taka þetta niður, skilur, og þú veist, og þetta er alltaf setið í frænda mínum að hafa verið þarna í þessu hlutverki að finna eitthvað fólk sem sko, þú veist, að reyna að hafa gaman í smá stund, sko, og stöðva það, sko, fyrir hönd ríkisins, sko, og einhvern veginn að það er svona, já, ég skrifaði pistil þetta og nýtt þetta sem svona, þú veist, opnunin í eitthvað aðeins stærra bara hversu stór hluti af mannlegri tilveru er bara nákvæmlega þetta, bara að vakna á mótnana og bara reyna einhvern veginn að, þú veist, hafa gaman saman, sko. Og það bara mistekst svo oft, sko. Þú veist, það er svo erfitt að hafa gaman. Það er einhvern sem stoppar það eða það má ekki eða, þú veist, og svo framvegis. Þetta er rosalega algengt við, þetta tengir alltaf við, sko, ég man alltaf eftir skilti því ég krakki sem að var gangið ekki á grasinu og þetta var samt á svona svæðum þar sem maður átt að leika sér. Já, en það var einhver pirraður sem hafði verið að sá í það eða vildi einhvern veginn halda því rosa fínu og allt í einu bara hætti þetta að vera þessi leikvöldu þar sem maður mátti hlaupa og leika sér og allt var svo leiðilegt og við vorum bara að reyna að hafa gaman að spila fótbolta eða eitthvað og þá hugsa maður, sko, við verðum oft svo aftengt einmitt þessu að við erum alltaf einhvern veginn að reyna en það er stoppað af. Er þetta ekki bara einhvern veginn, finnum við þetta ekki bara alltaf á hverjum einasta degi að einhver er búin að eyðileggja gleðina? Alveg stanslaust. Það er mikið uppáhaldsskilti mitt niður í Laugardal. Það sem er, sko, þetta eru einhversu þrjú, þú veist, það er bannað að vera með bolta, það er bannað að vera á hjóli og það er bannað að vera með hunda, þú veist. Og hérna, þetta er reyndar hann hjá grasagarðinum og það skýrist að því, sko, en þú veist, þetta er samt eitthvað svo, þú veist, það bara má ekkert hérna, sko, þú veist, bara hættan af því að einhver stigi á einhverja plöntu er bara það mikil að það bara má ekkert, sko, þú veist. Og já, þetta er allt svona, sko. En bara hérna að því að þú talar Laugardalinn, þá hérna hefur við talað að Laugardalurinn það sé enginn í Laugardalnum. Nei, er það út af þessu? Já, það er aldrei neitt í Laugardal, sko. Sem er svo merkilegt. Ég bý hérna nálægt og hérna uppgötaði þessa paradís, Laugardalinn. Þetta er algjörlega, þetta er algjör paradís. Já. Og sko, ég tala nú ekki að það ferði í göngutúr þarna á sumar kvöldi eða eitthvað. Þetta er bara algjörlega dásamlegt. En það er aldrei nokkur maður þarna, sko. Af hverju? Og þetta er mér algjör ráðgáta. Þú sérð stundum öðru hverju mjög sjaldan, og þú sérð svona eitthvað fólki í lautaferð, en þá sérðu það að þetta eru útlendingar. Þú veist, þetta er fólk sem kemur, sem þekkir svona einhverja garðamenningu, eitthvað sem er ekki hérna. Og notabenni, sko, Laugardalurinn og Grasagarðurinn sérstaklega er sko einhver skjólsælesti staður í Reykjavík, sko. Þú veist, hérna, það getur verið ofsa veður vestur í bæ og ferð þarna, það eru bara einhverjir, þú veist, einhver stráka ber ofan á hjólabretti, sko. Hérna, en það er svona yfir höfuð, þá er aldrei sála þarna og er eitthvað skýring á þessu? Ég veit ekki, sko, það er náttúrulega hægt að einhver leyti held ég tengi þetta við einhvers konar fyrirlegt borgarskipulag, sko, þú veist, það er bara ekki kúltúr fyrir því á Íslandi að vera í görðum. Já, eða bara úti, sko, þú veist, og ég er svona alltaf á því að það sé smá miskilningu, sko, það er ekkert svona vont veður á Íslandi. Desember núna, miður desember, það er 6 stiga hiti, sko. Ef maður hreyfir sig aðeins þá er bara veðrið geggjað. Já. Stundum leiðenda vindur en að því þú segir að Laugardalur séu skjólsæll þá ættu við í rauninni bara að vera þar. Bara algjörlega, sko, algjörlega. Það var nú Ásrún vinkona mín, sko, hún kom nú einu sinni með alveg að mér fannst dásamlega kenningu það af hverju það er aldrei neitt í Laugardalum, sko. Og hún sagði, það er, Halldór, vegna þess að það er ókeypis að vera í Laugardalnum. Þess vegna er enginn þar. Íslendingar skilja ekki neitt nema það kosti, sko. Ég skilja ekki hugmyndunum að eitthvað geti verið næs og ókeypis, sko. En þú veist, ef það væri pulsustandur þarna eða væri eitthvað sem þú getur borgað fyrir, sko, þá væri fólkar. Sko, það sem sannar þessi kenningu er að foreldrar mín áttu sögumbústað rétt hjá Kerinu í Grímsnesi. Já. Og
Ég hugsaði með sér, sko, ægilega synda að koma ekki með túristar þarna. Horfðu einhvern veginn það yfir og sko, það enginn að koma þarna og það var nú bara gaman að setja upp þó það væri ekki nema bara að selja filmur á þeim tíma. Selja filmur og kaffibolla bara til þess að draga fólk svo það sægi bara kerið. Nefnir það svo selst kerið til nokkura ríkustu manna Íslands á 11 milljónir, þetta var einhver smápeningar og ríkið yfirbauða ekki og þeir byrjuðu strax að rukka inn og setja bílastæði. Það núna að strappa af fólki. Þannig að í rauninni ættu við bara að fara að rukka nógu mikið inn. Þetta virkar á bílastæðanum hérna og bílastæðakjöllurinu. Akkurat. Og fólk að borga alveg sko 1500 kall fyrir klukkutíman. Herru, sem minnum að það, ég gleymdi að borga í stæðið. Já, við græjum það eftir. Ok. En stoppaðu bara. Ég það? Já, ég meina, ertu ekki bara með síma? Jú. Bara... Við höldum þessu inni bara. Ok, það var ég búin að borga í stæðið. Halldór, þú er búin að borga í stæðið. Það búið að græja þetta. Við vorum að tala um stæðamál og að við værum til í að borga 1500 kall fyrir klukkutíman. Já. Þannig að við gætum haldið því fram að það sem dregur okkur að borga fyrir eitthvað. Já, og mögulega sé það svona eitthvað smá svona þjóðareinkenni Íslendinga, ég veit það ekki, þú veist, en það allavega ekki, sönnunargögnin allavega eru þarna, að það eru meiri háttar lífsgæði hérna í Laugardalnum og þar engin og það örugglega vegna þess að það kostar ekki að vera það, sko. Segðu mér eitt með, sko, að því að í pistlónuðinni þá talar alltaf þessa svona þjóðarsál og að við erum einhvern veginn búin að koma okkur upp einhver svona frösum að við sættum okkur við eitthvað. Bara til þess að vöruverð. Já. Að við séum einhvern veginn bara búin að samþykja að verðið sé svona og það sé allt miklu dýrara. Svona eigum minningar að það sé eitthvað ódýrt í einhverju utanlandsferðinni eða þegar við byggum einhver tíma. En sko, þetta þannig að við, eða eru stjórnvöld búin að telja okkur trúum með bara alls konar gögnum að við höfum það bara svo gott hérna það engin ástæða til að kvarta þó sé flest ekki eins gott eins og annars staðar. Mig grunar það, sko, það bara, þetta líka bara, já, ég hef bara aldrei hitt neitt sem finnst eitthvað ódýrt á Íslandi, þannig að það eitt, sko, svo líka bara að maður búið erlendis og svona og kynst mikið af fólki þar og svona tekur eftir því hvað fólk talar þar, sko. Þetta er ekki jafn mikið issue þar, sko. Nei. Þú veist, það ekki það ekki veðrið og ekki verðlagið. Nei, og ég held að sé líka einhver leiti tengt bara, sko, stöðuleika, sko. Skilur við, fyrir til Spánar og bara, þú veist, þú kaupir þér rauðvínsfernu, skilur við, á 2 evrur eða eitthvað en hún kostaði líka 2 evrur fyrir 20 árum, sko. Já, það engin ástæða til að ræða. Nei, þannig að þú veist, ég held stundum með mig grunað á Íslandi, sko, að þú veist, ég hef bara aldrei, þú veist, alla mína ævi hefur allt hækkað í verði. Já. Sem þýðir að sálfræðilega ertu alltaf í einhvers konar kapphlaupi, þess að reyna að halda í við einhvern veginn, þú þarf alltaf að vera að passa þinn eigin fjárhag, sko. Og að því það ekki, þú getur, þú veist, bara kaffibollin hérna niður í bæ mun kosta 20 krónur meira hérna eftir hálft ár, sko. Já. Og þannig hefur það verið alla mín ævi. Þannig að ég held að það sé svona einhver hluti af þessu, að því þú getur ekki blásið úr nös, skilurðu. Bara aldrei, sko. Þannig að... En það hérna, til dæmis eins og, sko, það fullt af gögnum sem að samfæra okkur svona meðaltalsgögnum að við séum ótrúlega heppin þjóð og við finnum það líka þegar einhver stjórnmálamaður leggst inn á spítala að hann talar að við eigum besta heilbrigðiskerfi í heimi og það alltaf einhvern veginn svona stakar upplifanir það keyrir einhver ráðherra einhvern veg og finnur, heyrðu, þessi vegur nú kannski ekki nógu góður, ég keyrði hann og ég legg til að við lögum hann. Já. Þetta allt byggt á einhverju svona, ekki svona langtíma hugsun að svona
eigi þetta bara að fara áfram á einhvern svona eðlilegan hátt, við erum alltaf einhvern veginn að bregðast við og fara svona skakt á hlutina. Þetta bara að rugla okkur rýminu? Já, ég held líka bara, þú veist, að spila svolítið inn í að við séum einhvern veginn svolítið afskekt, sko. Þú veist, það er svona að ég held svona auðveldara, ég ætla ekki að segja að telja fólk í trú alls konar hluti, en svona það er auðveldara að komast upp með að segja alls konar hluti af því að umheimurinn er ekki með augun á okkur, sko, og þú veist, þú getur ekki bara keyrt í hálftíma yfir í eitthvað annað land og kynnst þar svona einhverjum öðrum veruleika, þú veist, það er ekkert þannig í boði, sko. Þannig að, þú veist, kannski er þetta líka bara ein leið fyrir okkur til þess að lifa af, sko, bara, þú veist, já, þetta er bara best í heimi, skilur, bara málið er útrætt, sko, þetta er best í heimi, sko. En bækurnar hennar sem að þú skrifað, þetta eru 5 bækur, það eru allar einhvern veginn eða flestar að fjalla svona einhvern ákveðin hversdagsleika en samt svona dálítið sci-fi og þú svona býr til einhverjar aðstæður og heima, sko, er þetta eitthvað sem að svona er úthugsað að búa til svona plott og svona aðstæður, eða er þetta eitthvað bara sem að heillar þig og verður til í þínum hugarheimi og þú bara setur hann fram frjálst, getur maður sagt? Já, þetta var, sko, ég myndi segja fyrstu 3 skáldsögurnar mínar voru svolítið svona hugmyndadrifnar, sko. Það voru svolítið svona með einhverju fríkari hugmynd, fannst mér, sem var svona þess vert að skoða, og bók sem ég skrifaði 2017 sem heitir Aftur og aftur, sko. Hún er mjög svona, hún er eiginlega svona öld snjallsímans og öld hryðjuverkana einhvern veginn svolítið saman, og það var svona verið að pæla í svona samfélagslegri vídd í því, en svona síðustu 2 sem heita Bróðir sem kom út 2020 og Mikilvægt rusl sem kom út síðustu jól, það er meira bara svona, myndi ég segja meira bara svona klassíska skáldsögur, sko, og En það er alltaf vísun samt í, þetta er alltaf í einhverjum svona, hvað að segja, aðstæðum sem við þekkjum, í kringur hrunið og annað. Þannig að þú setur persónunar inn í heim eða tímabil sem við þekkjum vel. Já, og yfirleitt er bara ferlið þannig að ég, svona, mér finnst ég bara, þú veist, þurfa að fara að staða að skrifa eitthvað og það er einhver smá þráður sem ég sé, sko, það er bara eitthvað mjög lítið, sko, ég meina í þessari síðustu bók bara það er rusla, öskukallar í efnaðarhruninu finna nef í ruslatinu og bara sko, og svo bara hef maður lært svona í svona ferli að stuttasvari er nei, þetta er ekki eitthvað úthugsað, sko. Þetta er bara einhver svona neisti sem maður byrjar á og svo er inni bara læri maður svona elta hans svolítið. En þú ert alltaf spunakall. Þú að því að sumir eru svo miklu verkfræðingar og setja einhvern veginn eru búin að hólfa söguna alveg frá upphafi til enda og fara að vinna inn í box, getur maður sagt. Já. Gerist það meira í einhverju flæði hjá þér? Já. Eða ertu búin að sjá, sko, bogan? Nei, ég er ekki búin að gera það. Ég bæði skrifa, sko, pistla og skáldsögur, það er rauninni eins að því leiti að þú veist, ok, það er bara eitthvað til að koma þess að stað, kannski bara ein setning eða einn karakter eða eitthvað og svo bara ég var tíma að ná tökum á því að láta svona spuna láta svona söguna bara affjúpa sig sjálf og þannig að fyrir mig eru skrifin sjálf eru hugsunin, sko. Þannig að þú veist, þannig að ég hef reynt þetta því ég var svona fikram áfram að reyna að gera eitthvað plan fyrirfram með einhverja svona útlínur að sögu áður en þú byrjar, það bara virkar ekki fyrir mig, sko. Og Hvaða rithöfundar hafa haft áhrif á þig? Það er rosalega misjant milli tímabila, sko. Ég hafði mikið áhuga að skrifa því ég skrifaði mikið bara því ég var svo krakki og unglingur, en ég hafði ekkert sérstaklega gaman af bókunum sem ég var látið að lesa í grunnskóla til dæmis og menntaskóla og mér kom aldrei til hugar eitthvað að mér langaði að verða einhver skáldsagna höfundur, sko. Svo fór ég að rekast á svona amerískar
bókmenntir frá svona 80 eitthvað, 90 eitthvað í kringum 20 og það algjörlega opnaði huga minn. Hvers konar bækur? Það Hvaða voru- bækur voru þetta? Og sérstaklega var það sem gerði útslæði bók sem heitir White Noise eftir mann sem heitir Don DeLillo Okay. og það var svona í fyrsta skipti sem ég las eitthvað og hugsaði, já, hörðu, þetta er hægt, sko. Þú veist, mér fannst þetta var einhvern veginn svo mikið verið að fjalla samtíman og þetta var einhvern veginn svo þetta var bara svo einhvern veginn svo greindarlegt, sko. Þetta var líka svo fyndið, sko. Líka. Bæði og, Já. einhvern veginn, bæði og, já, líka realistískt, en þetta var einhvern veginn bæði svo mikil greining á samtímanum, þetta var líka svo fyndið og þetta var líka svo, bara svo fagurfræðilega, svo glæslegt, sko, svo fallega setningar og þarna einhvern veginn, fyrsta skipti sem ég kveikti á eitthvað, já, ok, þú getur gert bara svona. En þú upplifir heldur ekki sko að það væri beint meiningar í þessu, að það væri verið að fá þig til að hugsa eitthvað eða skilja. Nei, alls ekki. Heldur meira bara, þetta er heimur sem að opnast Já. og höfundurinn er ekki það framalega í honum, heldur hann miðlar honum. Já. Að því að stundum finnst mann eða ljóður á bara listaverkum í kvikmyndum eða öðru að það er einhvern veginn verið að segja þér að hugsa í einhver átt. Já, einmitt. Sem að dregum mann frá þessu. Já, einmitt. Það var svona, já, það sem heillaði mig að reyna, þetta voru meira bara svona alls konar observasjónir og frábæri karakterar og svona og það fannst mér vera svo mikill galdur. Einhvern veginn, en svo var maður lengi að ná tökum á því einhvern veginn hvernig, þú veist, maður var lengi að læra þetta, ef ég hef þá lært þetta, sko. En hversu mikla fjarlægð eftir með á sko, hvað þú segja, persónar svona ég kannski að reyna að útskýra þetta stundum sé ég nefnilega verk eða eitthvað sem ég er að vinna því sé það ofanfrá, stundum sé ég það frá einhver, ég veit ekki, ég sé hluti í einhverju svona myndum sé og kannski eftir erfitt með að útskýra hvernig sérðu fyrir þér svona verkið og hvernig það er að þróast og heiminn í kringu það? Já, það hefur verið svo ótrúlega misjant milli bóka, en mér svona líður þess að mögulega í síðustu bók, sem heitir Mikilvægt rusl, þar finnst mér að ég hef svona persónulega náði einhverjum framfaraskrifum, sko, að þá fannst mér ég svona virkilega einhvern veginn allir karakterar svona stóðu mér einhvern veginn ljóslifandi fyrir sjónum. Fannst þú vera nálagt? Já, mjög, og þeir væru bara svolítið svona næstu því bara skrifið þessi sjálfur, sko. Þú veist, þeir voru bara svona á meðan... Pínlítið eins og væri að horfa á, eitthvað gerast. Já, algjörlega. Og meðan í öðrum bókum var þetta miklu meiri áreynsla. Þú veist, það var miklu meiri áreynsla að ná einhvern veginn svona sannfærandi karakterum af því að, þú veist, ég var ekki búin að finna þessa réttu nálgun á, þú veist, hvernig maður skapa karakter. Það var alveg erfitt að lýsa því, þú veist. Ég veit það, en að því að karakter byggir upp á svo mörgu og bæði, sko, hvernig maður lýsir honum og líka hvernig hann bara tjáði sig og hvernig hann hugsar og fyrir utan það að við náttúrulega við erum ekki eins í öllum aðstæðum þannig að það eru þessar margar vittir í einni persónu sem að þurfa að koma fram sko safnast það upp á leiðinni finnst þér eins og þú fattir jafnvel í miðjuferli heyrðu, hann bregst svona við en ekki svona hann myndi hlæja þarna en eitthvað sem þú varst ekki búin að skilja kannski upphafi. Já, ekki spurning. Já. Þú veist, kannski ekki þannig að persónan taki einhverjum svona stakkaskiptum en svona meira svona, já, þú veist, þannig svona meira eins og þú sérst svona diffki. Já, svona að koma svona smáatriði, það skilur svona smáatriði betur líka því að, þú veist, eins og í mínu tilviki var ekki búin að plana, ekki búin að úthugsa þessa karaktera fyrirfram, bara alls ekki, sko, þannig að þá mótast þeir smá saman á leiðinni og þá ertu kannski komin inn í miðja bók eða inn í seinni hlutan og þá fattar þú eitthvað þennan karakter og þá skilur þú hann betur kannski eitthvað í til dæmis baksögu hans eða eitthvað sem þú ekki búin að hugsa áður og það svona gæti haft áhrif á eitthvað sem þú skrifaði fyrr í sögunni svona, já, herrið, ok ef hann með þetta í baksinnispeglinum þá kannski myndan bregðast aðeins öðruvísi við hér eða við getum svona aðeins forskýrt þetta hérna, skilur það er svona að dreif. Það er margir sem að sem hafa komið hingað í þennan þátt sem að ganga með svona draum í maganum að skrifa bók og
en einhvern veginn hugsum við oft þetta er einhvern veginn öðrum ætlað það eru öðruvísi manneskjur sem skrifa bækur ég ekki þar og ég var með bara frábæra mannesku hérna í fyrradag sem að hefur svo ótrúlega margt að segja en hún einhvern veginn, hún ekki á leiðin að stíga skrefið en hún gæti það svona ef hún myndi trissir í það hvernig myndur ráðleggja til þess bara svoleiðis mannesku að stíga þessi skref og byrja? Já, þetta alltaf bara ákveðin spurning sem á við okkur öll ég meina, ég svona klæddur að ég núna að vinna í stjórnsýslunni, vinna í ráðuneyti og hérna sem ég hef alveg þurft að hugsa mikið sko, bæði því ég var í umsóknarferlinu og líka því ég byrja að vinna er ég á ég eitthvað erindi í þetta sko, hérna, kemur okkur með allt heimi og þannig að mér hefur sko ég hef glímt við til dæmis einhver svona mjög óheilbrigða einhver svona sjálfsgagnrýni sko, sem ég held alltaf eitthvað maður bara með eitthvað svona háan standard og eitthvað, nei, bara alls ekki maður bara með eitthvað svona óheilbrigðar hugmyndir sjálfa sig sko, og rífiðu niður þú veist, og þetta bara svona einhver skekkja einhverju sjálfsmynd sem ekki góð sko, og ekkert með einhverja háa standarda að gera þannig að þú veist, ég skil og ég á vini sem eru eins sem ég bara gæfi annan handlegginn fyrir að lesa skáldsögu eftir og og myndi pottet vilja gera það en gera það ekki hef ekki gert það til þessa og maður bara skilur það ótrúlega vel, þú veist að þetta alveg þannig að hvað triggerar svona? Bara eins og hjá þér þegar þú ferð svona niður og bara efast þig og bara þessi svona finnst þú eiginlega bara einski snýtur einhvern veginn hvað það, veistu hvað triggerar svona líðan? Já, ég held maður hafi alveg ágætlega svona kortlagt það, þetta bara maður bara líta svolítið af þetta einhver leiti bara upplag sko, og maður einhvern veginn það spurning hversu mikið maður getur einhvern veginn greint algjörlega sitt eigi líf eða sjálfan sig sko, hvað mig var það einhver tímabúti verður maður að segja bara, það ekkert einhver ein skýring á því af hverju maður einu sem maður en það mjög gott að átta sig á því að maður sé með einhverja svona sálarflækjur og ég held að langt flestir séu með það sko. Það allir með það og en við erum svo misgóð að fela það og þú ert með svona yfirbragð manneskjunnar sem með allt á hreinu nei, alvöru sko og þú ert svona flottur, glæsilegur skemmtilegur, hnittinn ofsalega vel gefinn, vísar í sko svo marga hluti sem að segja manni, vá, hann er búin að kynna sér margt og þess vegna verður alltaf svona þessi mynd að þú hljótur að vera með allt á hreinu og ótrúlega hamingjusamur og þetta ekki sko, ég bara segja þetta alveg af einlægni, en það eru svo margir á þessum stað í lífinu og ég hugsa meira segja að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra vakni stundum og segi bara shit, hvenær ætluðu þið sjá í gegnum mig að hún sé með þessa sjálfsefa og þegar maður kannski uppkvöta það, við erum bara öll í þessu geimi á þennan hátt, að þá kannski léttir aðeins af pressunni en kannski erum við með svo vondar fyrirmyndir sko viðmiðin þín til dæmis bara þegar þú varst yngri var það einhverjar svona fullkomna týpur? Það er góð spurning nei, ég myndilega ekki segja það sko. En samanburður við einhverja varst að bera því sama við einhverja sem að var kannski bara fjarstæðukennt að gera? Góð spurning. Það er svo stórt að verða rithöfundur, Halldór. Já. Og sumir bara púlla ekki sko orðið að kalla sér rithöfund. Nei, og mér fannst það mjög erfitt, alveg mjög lengi. Þú veist, ég byrjaði að skrifa, svona settist niður og vildi reyna að gera þetta að einhvers konar, hvað við segja, mínum starfsferli. Þá var ég nýútskrifaður og lagadeild, sko. Þú veist, og fannst mjög skrítið einhvern veginn að líta á mig sem einhvern penna. Þannig að það
það tók langan tíma sko það sem ég get sagt svona sjálfsefa og svona hvort að hann verði lamandi eða ekki, eða hvort hann eitthvað sem því þú veist, algjör skortur og sjálfsefa getur líka alltaf verið alveg skelfilegur sko. Já, það bara oflæti. Þannig að þetta fín lína. Já. Ég segi fyrir mitt leyti að ég gerði svona einhverja uppgötun sem eftir að hyggja er svo augljós sko, en hún var bara engan veginn augljós fyrir mér og það var að átta mig á að þessi brjálæðisli sjálfsefi minn sem ég held að væri einhvers konar fullkomnar árata eða ég væri einfallega að gerði miklar kröfur til mín eða eitthvað slíkt, þú veist að það var í raun kvíði. Já. Og þessi kvíði var í rauninni ég að reyna að stýra ytra umhverfi mínu sko, þú veist að einhvern veginn finnst ykkur ég ekki alveg örugglega eitthvað allt í lagi sko, þú veist, ekki þessi bók mín hún ekki allt í lagi eða þessi pistill, þú veist, hann ekki þetta bara kvíði fyrir höfnuna einhverju leyti. Já, algjör og þú sért, bara svona gamla klísan þú sért einhvern veginn ekki í lagi, þú sért ekki nóg bara þannig að svona en þetta ekki eiginlega bara það sem að stýrir okkur, heldur okkur sko að sum okkar förum og látum reyna á það í kvíðakastinu fyrir að verða hafnað en látum samt því að við þráum að einhver segi þetta var bara gott hjá þér og þá svona kemur einhver staðfesting í smá tíma þar til að kemur að næsta hjalla en sumir láta ekki reyna á þetta og halda bara áfram og segja jafnvel setningar eins og ég hef nú aldrei viljað hafa mig frammi og það vegna þess kannski að þú vilt ekki taka þessa sénsa og kannski þeir sem í skapandi gera að þeir nærast á viðbrögðum þeir þurfa einhver viðbrögð helst í ákveð en þeir þurfa alltaf þetta bara kannski það bara eitthvað þegar við þurftum öll að sanna okkur fyrir mömmu okkar skilurðu, og svo sitjum við ennþá með þetta. Já, algjörlega og þú veist, ég get sagt þér í mitt leyti að ég skrifaði þessa síðustu bók mína sem heitir Mikilvægt rusl. Ég hafði svona skemmti mér mjög vel við að skrifa það bók og það var vegna sem ég náði í fyrsta skipti á þann stað og ég vonið þess ég búin að ná að halda mér þar að svona, ég var búin að fatta þetta ég var búin að fatta, þessi ytri heimur mun aldrei raðast þannig upp að einhvern veginn ég verði til frambúða bara svona alveg rólegur, bara alveg örugur mig og allt, þú veist það mun aldrei gerast, það gerist kannski í 10 sekúndur hér og þar sko. En það fær góðan dóm í einhverju blaði eða eitthvað skilur það varir mjög stutt það varir mjög stutt og maður svona þurft að læra að þú veist hinn eina sanna staðfesting getur bara komið að innan skilur þannig að og þú fer meira að efast þann sem rósaður. Algjörlega. Býttu, hann nú ekki, þessi var rósaður. Þannig efinn orðin að þú efast aðra sem hafa trúaður. Ég getur sagt þér fáránlega sögu með þetta. Sko bestu dómar sem ég hef fengið birtist í stóru frönskum blöðum. Og þegar ég sá það fyrst, og ég tala ekki frönsku, það sem franskt milliland, að þá fékk ég algjört áfall því ég bjóst alls ekki við því að þessi bók er dæmd sko, í einhverjum stórum blöðum og þá hugsaði ég strax fyrsta hugsun var Guð minn góður, hér sko, nú þessi dagur komin þar sem ég einhvern veginn afhjúpaður nákvæmlega, þú veist, ekki bara á Íslandi ég heldur bara svona alþjóðlega sem fábjáni sko og svo mér sagt, nei, þetta bara rosalega jákvætt sko. Rosalega jákvæður dómur og þú veist, og auðvitað hann það því auðvitað ekkert eitthvað fólk í útlöndum að fara að niðurlægja einhvern gjössanlega random ókunnugan mann á Íslandi á einhvern síðum dag, af hverju þetta að gera það og veit ekkert þig ekki neitt, og langar ekkert þannig að við myndum frekar bara ekki skrifa bókina skilur þannig að ég fæ þar fréttir þetta sé mjög jákvætt og þá, þú veist, ég trúði því ekki einmitt. Ég bara bókstaflega og ég áttaði mikið á því eftir að þetta væri náttúrulega einhvers konar sko, þú veist, þarna væri komin út á einhverja ranghugmyndir skilur, að ég bara veist að þetta er ekki satt, þau eru að ljúga og
og svo þegar ég sé textan þýddan sko, þá hugsaði ég eitthvað svona, já þessi manneski náttúrulega hefur bara eitthvað misskilið sko, eða hún vorkennir mér að því ég einhver svona íslenskur aumingi sko, skilur þú veist, þú bara ferði eitthvað svona þetta svo rétt það skiptir engum á svona, þetta var smá svona einhver viðvörunarbjalla á mér bara byrju hörðu, þetta bara gerist ekki jákvæðara sko, fyrir bara svona, ég get ekki beðið meira og þegar það gerist einmitt að heiminn raðast skyndilega upp í sem ástund sem eitthvað þér í hag trúir þið ekki þannig að það var svona en sko, mér finnst nefnilega að þetta finnst mér svo áhugavert viðfangsefni að af því að manneskja sem að nýtur velgengni eins og þú og ég myndi segja og ég segi stundum fólk bara þú ert svo heppin í lífinu en það eru rosalega margir heppnir í lífinu þau eru bara ekkert svakalega meðvitaður það og vilja vera þá enn heppnari og skynja ekki heppni sína en líka það að stjórnendur æðstu stjórnendur í stórfyrirtækjum allan heim eða einhverjir prófessorar þú veist, þú getur talið upp einhver svona andlit, nöfn og nánast einhver svona establishment sem eru síðan bara litlu börnin hennar mömmu sínar sem eru bara svona hrætt og fulla efasemdum og efast allt jákvætt og allt hrós og það kannski þetta sem að því fyrr sem við föttum þetta þá verður kannski heimurinn aðeins bara slakari að okkur kannski mögulega fer að líða betur þetta mögulegi? Já, ég held það ég held að þetta mögulegi en þetta svolítið svona ég hef svona oft hugsaði mynda því ég er svo mikill svona fornaldarpervert sko að þetta stóð á þetta var áleiturinn á hofi Apollos í Delphi sem véferðin í Delphi var það stóð fyrir ofan áleitrað þekktu sjálfa þig sko og maður svona það var rosalega stór uppgötvun fyrir mig einhvern veginn sem að fatta einhvern veginn dýptina í þessu sko hvað maður þekkir ekki sjálfa sig þegar maður heldur það kannski og ég ætla að ég á fullorðins aldrei einhvern veginn að uppgöta svona þú veist ég trúi ekki einhverjum svona jákvæðum fréttum vegna þess að ég innst inni náttúrulega bara veist, hef ekki álit á sjálfum mér skilur, sem ekki gott og þannig að ég held að mér finnst þetta ágætis dæmi myndlist sem að fólk rosalega hrætt að tjá sig við getum tjáð okkur bíómyndir og seríur og því að sagt nefnist að leðilt að þetta svona meira en þegar kemur að myndlist þá bara missum við allt sjálfstraust og þá þurfum við einhverja staðfestingu á að einhverjir hafi sagt að þetta séu mikil verðmæti fjárhagsleg verðmæti í einhverju eða einhver eigi eftir að slá í gegn síðar og þá fyrir við að trúa einhverju fræðimönnum virðið til að fá okkur til þess að eiga mynd en ekki endilega að því við njótum hennar svo mikið heldur að því við erum svo stolt að því eiga og getur sagt söguna hvað þú veist þetta sjálfstraust að geta hafa kjark til að segja það sem þið finnst án þess að særa eða meiða heldur bara ég veit ekki, ég skil ekki það eitthvað sem að við getum verið að rekta með okkur betur eða verðum við alltaf bara svona einhvern veginn fangar einhverja annara ákvarðana Já, einmitt það er svona, maður vill segja já, maður tekur líka eftir því að þetta bara nútíma samfélagi flókið og það getur haft bara miklar afleiðingar fyrir þig að segja eitthvað opinberlega sko En finnur þú sjálfur fyrir því? Já, ég nefnt dæmi ég svona þau skrifs mín sem hafa fengið svona einna hörðust viðbröðu voru átt í COVID sko það sem að ég skrifaði svona viðhorf svo kannski ekki alveg í samræmi við svona hvað hefur að kalla svona viðtekin viðhorf í þjóðfélaginu og það var svona auðvitað var alveg eitthvað fólk sem kom til manns og svona þakkaði manni fyrir og sætt fyrir að sammála á svona en það var líka bara margir sem tóku þessu bara mjög illa sko og
var þetta svona bara hvernig væri ekki verið að taka tillit til bara fólks eða snerist bólusetningar eða hvað? Já, bara nákvæmlega sem þú varst að segja, þú veist, stóra samhengið, sko, þú veist, þetta kannski það að loka fólk inni í óákveðin tíma til þess að koma í veg fyrir smit kannski eitthvað sem hefur aðra fleti og víddir sem þess virði að skoða, sko. Og að tala og þú veist, og kannski kannski öryggi ekki æðsta gildi samfélagsins, sko. eða megin markmið mannlegra tilveru, sko. Þú veist, að vera einhvern veginn alveg öruggur. Það frekar að bara líða vel. Til dæmis. Og þetta var mjög áberandi með gamla fólkið sem að lokaðist frá ættingum og vinum. Já. Og þurfti bara að einhvern veginn að veifa í gegnum rúðu. Já, og það var til svona andrúmsloft að maður ætti bara að hlýða, sko. Og ætti eiginlega ekki að vera að velta neinum steinum við, sko. Og maður svona, ég fekk svo sannlega að finna fyrir því en ég hef bara alltaf hugsað að það sé einhverju leyti hlutverk rithöfunda eða svona, þú veist, mér finnst svona listamenn ekkert hafa neitt ekki þetta að segja þeir hafa eitthvað sérstakt hlutverk en svona rithöfunda sem ég hef alltaf litið upp til þú veist, fjalla samfélagið sitt líka, skilurðu, sem ekki í skáldskap og veita svona eitthvað sjónarhorn á það og vera þá, hlutverki sé þá svolítið að vera pínu krítískur, sko. Og þetta í raun fjölmiðla hlutverki líka að 90% einhvers staðar að fjölmiðlinn varpi aðeins ljósi á að fara ekki í sefjunina og vera partur af henni. Já, þannig að þú veist, þetta þykist maður ekkit, þú veist, maður hefur sín viðhorf skoðanir og vil alveg tilbúin að standa við þær en maður engin, eins og í þessu tilvíki maður engin sérfræðingur í smitsjúkdómum, augljóslega ekki, maður ekki hugmynd það, en þú veist, það var alveg nóg maður heilu stofnannar í því að renna stoðum undir skilaboð stjórnvalda, sko, skilurðu, og kannski ekki hlutverk rithöfundar beinlínis að vera partur af því, að vera einhvern veginn algjörlega skilyrðislaust partur af því, sko, þú veist, og það bara svona bara, maður trúir því bara að það sé samfélaginu hollt að velta varpa upp svona krítisku spurningum, þú veist, treystir fólki bara til þess að höndla það. Og líka treysta kannski bara líðan, þessar líðan að ofsalega mörgum leið illa. Og sko á versta mómenti þessa tímabils mér hefur líklega aldrei liðið hérna ítlaðis og jólin 20 eða 21 held ég, þar sem að þetta voru einhverja svona hallarslega jólakúlur og allir átt að vera og enginn mátti hitta neitt og kannski þegar maður hefur þörf fyrir fólk í kringu sig að það einhvern veginn, sko, þá hugsaði þetta, það allt rangt við þetta. Ég vil frekar lifa skemur og einhvern veginn fá að lifa með fólki heldur að svona geti gert. Mér fannst eins og við værum stödd í miðju stríði í loftvarnarbyrgi. Já, en það var svona pólitísk umræða þá oft þannig að var svona stríðsmál notað og þannig að haust, það bara að taka ótilhandi dæmi, skilurðu, það var mjög augljóst í þú veist, það var mjög augljóst í COVID að það átti skipulega að koma í veg fyrir einhvers svona upplýsingaóreiðu þessa veiru, þú veist, og það strax svona eitthvað, þú veist, hringir einhvern viðvörunarbjöllum hjá þér að það er að vera til einhvers konar opinbert sikti á sannleikann og bara sér í hendi þér hvað það er eitthvað svona hæpin pæling en svo þegar þú fórst að skoða skilurðu hvernig hefur þetta verið til þessa það er búið að segja fyrst og sagt að grímur sig óþarfar svo allt í nú voru þær bráðnauðsynlegar fyrst átt að fleta einhverja kurvu svo átti ekki að fleta kurvuna þú veist svo áttu bólusetningar að breyta öllu, svo áttu ekki að gera það, svo áttu einhver bústur að breyta öllu, en svo einhvern veginn gera það, þú veist,
það ekkert vita fólk að sagast sko, en þú veist, það var bara svo augljóst að það vissi engin neitt, skilurðu. en þau setti þetta alltaf fram sem einhvern heilagan sannleik Já, hverja uppkvötun á sínu fræðslu ferðalagi já, og það var kannski það sem var sorglegast í þessu já, að þau voru að fá einhverju upplýsingu út í heimi og fundu að þau hefðu alveg geta sagt sko nýjustu upplýsingar bein okkur í einhverju átt að en þau gaf okkur ekkert vald ekki neitt. Og það var svona, og mér fannst svona, þú veist, sjálfsagt að það mætti tala þetta, skilurðu. Ég bara sá enga ástæðu öll annars. Nei. Eitt með listamenn og listamannalaun þú sóttir þau, fékkst ekki Og aftur í ár, og aftur í ár fékkst ekki 0. Þannig að, hvað, gerður aðra svona mynd Wasted og laðist á Nei, ég bara núna ákvæði nú ég ekki að reyna að selja bók þannig að ég bara harminn í hljóði sko, en þetta var að leiðilegt. En hver skýring? Sko, ef þú leggur einhvern veginn mat á þetta þú veist, skýringi svo að þú ákveður að gefa út sjálfur bækur, ert ekki partur af forlagi ert ekki partur af klíku svona Þú veist, það svo erfitt að ræða þetta vegna þess að þú veist ekki neitt og þú færði engin svör og auðvitað líka djúpt í hjartamönu mér finnst, þú veist það er bara að vera að útbýta hann einhverju auðlind deila henni út og auðvitað ekkert hægt að gera það okkur hátt þar sem allir eru sáttir. Nei. Og þú veist það bara veit svo til að ég þeirra sem veist, er skarðan hlut frá borði í þessu núna svona með við að ég fekk listamannlaun í einhver ár sko, fekk 6 mánuði í mörg ári röð þannig að en Varstu þá alltaf hjá útgáfu fyrirtæki? Já. Breytti ykkur að þú hættir þar og fórst að gefa út sjálf? Ég held ekki. Lefðu mér að halda þeirri samsæriskenningu að lofti? Það svona mögulega hefur það áhrif en ég held svona sko það sem maður getur sagt þetta að þú veist það ég gæti sagt ok, það að ég fá ekki nein listamannalaun þýðir að þú veist það sem ég hef fram að færa hefur í augum svona hins opinbera eitthvað miklu minna listrænt gildi en það gerði fyrir einhverjum árum sko. Því að þá fékk ég þessi laun það er svona kannski býna ósanngjarnt að þetta er ólíkt fólk sem í þessum nefndum sko, en svona einhver leiti þetta þannig. Einhver lógisk skýring væri að það er búið að setja loft undir vængina þú hefur flogið, þú ert að fá góða dóma erlendis og seljast og ert þýddur ein skýring gæti verið svo býtu bara við kveðum hann og erum stolt að því að hafa styrt hann og hann er orðinn núna frjáls eins og fuglinn. Já, en það á þá auðvitað ekki við aðra höfunda sem hafa náð mun meiri árangur en ég sko, en fá samt þessi laun. Okay. Þannig að það er ekki gilt. Þannig að sko þú veist, ef þú vilt að ég tali alveg hreint út hvað mér flaug í hug. Já. Þú veist, ég hélt að það sem gerist í fyrra var að eiginlega allir kallmenn af minni kynslóð fengu ekki listamannalaun. Þannig að ég maður hugsaði með sig þá, ok, þetta er bara einhvers konar svona það er óalega erfitt að segja að þetta sé ekki einhvers konar hugmyndafræðilega ákvörðun sýnst mér. En þú veist, kollega mínir sem fengu margir ekki til fyrra, þeir fengu 6 mánuði núna, sko, en ég fekk ekkert. Og þannig að sko þessum fyrsta ég hélt ég myndi fá, þú veist, kannski 1 mánuð allavega, bara ég hélt einlægt að svona það sem ég hef náð að gera bara bókstallega, þú veist, erlendis að það væri einhvern veginn þessi virði. Já, það væri ekki, sko, sama hversu lélugur höfundur þér þætti ég vera þú væri svona útlutunarnefnd, þá gætiru ekki litið framhjá því, sko, að þú veist að bara þessi maður verður að fá hann hefur bara svona náð því að það er ekki hægt að gefa 0, skilur. En ég held það þú veist, svo getur þú kallað það einhverja sjálfhverfu eða, þú veist, einhver rámkumitur sjálf mig. Ég skil lógíkina hjá þér. Já. Okay. Ég var svona, hélt þá að vonaði það, en ég fekk bara 0 og þannig að, þú veist, það er eins og það er.
það sem ég finnst oft svona í þessari umræðan listamannlaugum, ég finnst þannig að skorta svona smá núans. Það er að segja, mjög margir segja, þetta bara klíka, þetta ekki, þú veist. Og mitt svar við því þú veist, sko, jú, en þetta ekki svona svarthvít, sko, það engin klíka sem hittist og hugsar sitt fólk, þetta miklu flóknara. Þetta svona huglæg tenging, það einhver tengsl milli ákveðins hóp sem að kannski svona ómeðvitað eru sumir samþyktir og aðrir ekki. Já, og það í öllum svona kerfum, þú veist, það ákveðin svona getur kallað samtryggingu, eða þú veist, það ákveðið svona sameiginlegir, það alltaf sameiginlegir hagsmunir í að viðhalda óbreyttu ástandi. Þannig að þú veist, það hefur og alltaf svona þögult samkomulag í bókabransanum að þú veist, það var fínt fyrir þig að þú kemst að hjá forlagi, skilur, það heiður fyrir þig, þannig að forlagið gefur bókina út og tekur að samaskapi nánast allan hagnaðinn, en þú færð á móti listamannalaun, skilur, og þú færð þau, þannig að þú veist, þetta svolítið svona, skilur, þú færð listamannalaunin, þú veist, þannig hef ég alltaf, mér finnst þetta frekar augljóst að svona þetta, skilur, að þannig svona einhvers konar svona þögult samþykki status quo í þessu. Já. Og þó að enginn hafi orðað það sérstaklega, þú veist, það enginn ákveðið það, ég held að bara svona í svona áttir þróast svona kerfi, sko. Þannig að En það langar maður að spyrja eitt líka. Sko, nú sér maður að við erum alltaf að hafa áhyggjur af því að færri sé að lesa íslenska bækur og annað. En aldrei fleiri bækur gefnar út. Aldrei fleiri, nákvæmlega. En ef við erum ekki lengur að kaupa okkur svona bækur, að ég eiginlega hættur að kaupa bækur. Ég les það bara á rafbækur. Já. Af hverju þá ekki bara aðgengi að rafbókum bara frá sömu mínútu og hún kemur í bókabúð? Veistu af hverju það sko, ég hlýt að vera að tala um innihald bókar sem nákvæmlega það sama í hinu innbundna og í rafbókinni. Rafbókinu ódýrari í framleiðslu. Já, miklu. Sem að þýðir að þú getur fengið meira kött úr því ef hún var í 1000 kalli ódýrari, þú veist, sem rafbók. Þannig að þá hugsa maður, þetta business concept forlagana að stoppa það að þið gætuð jafnvel grætt bara meiri pening? Góð spurning. Þetta eitthvað sem ég veit ekki, þekki ekki, sko. Ef þú myndir gefa bara eingöngu út rafbók. Já. Ok, þú gefa út þína bók. Þú þarft að senda hann í prent til útlanda. Hún prentuð einhvers staðar í einhverju landi, Hollandi eða eitthvað. Íslandi. Ok. Svo færið það á brettum og segjum að þú seljir 2000 eintök og það klárast, þannig að þú biður aðra prentun og það hellingskostnaður. En þitt upside að þú færð allan gróða en deilir ekki með forlagi. Ef þú ert að samninga forlagi, þá það með annars konar samninga, þú veist ekkert hvaða kostnaður þarna bak við vörubrettina bókunum, heldur færðu bara einhverja upphæð. Það þetta félag fullt af kostnaði í þessu. Ef þú væri bara með rafbók, allt væri unnið á Íslandi og sett inn á bara einn miðil, kostnaður verið miklu lægri. Miklu lægri, já. Þú getur selt bókina lægra, en samt fengið meir út úr því, þannig að allir myndu græða. Hvað slæmt við það? Það góð spurning. Ég þekki ekki tölur yfir rafbókalestur í Íslendinga, en hann alltaf miðast örugglega svolítið við þetta að þetta ekki ég veit ekki, ég held náttúrulega bara sko fyrsta sem kemur upp í hugan bara jólabókaflóðið bara svo business modelið sko. En fyrir hvern? Já, ég held að bara þú veist, forlögin og ég veit ekki með bókabúðina lengur, en forlögin þá þetta bara tekur væntanlega bara inn eða árstekjurnar bara þarna í þeirri staðreind að bækur séu gjafavara. Fyrir hvern? Hvað meinarðu fyrir hvern? Af því að, sko, ef að höfundur kvart undan þeir fá ekki laun og þurfa laun frá ríkinu. En stór hluti launa
fer í rekstur á einhverju apparati sem að prentar dýrum dómum bækur sem að fólk hætt að lesa en hefur mögulegt aðgengi að því gegnum rafbók ef menn færu þá leið. Já, heldur að fólk myndi heldur að það sé vandinn efnislegu bækunar, heldur að þú veist að það er ekki vandamálið, sko, ég myndi alltaf prenta 1000 eintök, en ég myndi hafa sko rafbók klára fyrir alla sem vilja kaupa rafbók. Já. Er það ekki þannig nú? Ég þekki það ekki, sko. Nei. Í mörgum tilfellum eru sko, jú, það er hægt að kaupa rafbók á eiginlega á sama verði og hérna bókina, ég man ekki hvað það er eitthvað ódýra, en sum forlög til dæmis eins og Veröld gefa ekki út, svo kemur þetta út í hljóðbók kannski 6 mánuði seinna en sem handrit í, þú veist, kannski ári, 2 og kannski aldrei. Ok, einmitt. Þannig að pælum í þessu. Já, ég væri mjög áhersamur með að vita meira það, sko. Einmitt. En ég ætlaði nú ekki að sláða út af laginn og fara að ræða einhvern hérna business við þig. Mér langar að tala við þig 2 menn. Sergio Busquets, sem að einhver öflugasti miðjumaður, djúpi miðjumaður, knattspyrnumaður og Carlo Ancelotti hérna þjálfari Real Madrid. En hann þjálfari brasilíska landsliðsins núna. Í dag, já, fyrirgefðu. Og sko, varandi heitir hann ekki Busquets. Og þetta var svona alger leiðtogi og þetta er bara svona stjarna inn á vellinum en vissir ekkert hann. Og þú fær sjokk þegar þú sér það á Instagram og með einhvern reikning. Af hverju var þetta sjokk? Þetta var, Sergio Busquets spilaði sinn síðasta fótboltaleik á ferlinu bara fyrir nokkrum dögum. Hérna, fyrir Inter Miami í Bandaríkjunum. Hann var alltaf í Barcelona, hann var alltaf upp á fótboltamaður minn. Já. Til David Beckham svo. Hvað séru? Já, fer svo til David Beckham. Já. Og ég hefði bara mér varst bara svo gaman að horfa á hann að mann spila fótbolta og hérna en mér varst líka svona ákveðið, þú veist, einhverju töfrar í því að hann var ekkit á netinu, sko. Hann var ekkit í áneinum samskiptamiðlum og þú veist, hann var einmitt ekki á Instagram að reyna að selja mér eitthvað snakk eða eitthvað, skilur, þú veist, það er svo og manni, við getum bara tengt þetta við rithöfunda, skilur, að mér var ömurlegt, skilur, að halda upp á einhvern rithöfund sem haft mikil áhrif á þeir og sem myndir einhvern veginn fara á netið og hann væri eitthvað að reyna að selja þeir einhvern ból eða eitthvað hárgel eða eitthvað, skilur, það væri svo svona, veist, hvað er bara eitthvað það er eitthvað mörg það er svona eitthvað, þú veist, það er svona einhver aðdáin og svona þú dáist að einhverjum, það viltu ekki einhvern veginn að hann reyni að hafa þessa aðdáin að féþúfu, skilur, eða þú veist, við einhvern veginn að og það var svona heillandi við Busquets að veit ekkit hann, skilur, og hann var einmitt svona ótrúlega glæsilegur fótboltamaður og gerði allt ótrúlega svona áreynslulaust og þetta var allt svo fáað, sko og það mér fannst svo geggjað að einhvern veginn vita síðan ekkit hann þá getur þú svona svolítið fyllt í eigðuna sjálfur og það setur þitt ímyndunarafl á stað, sko, hvernig þessi maður eiginlega, þú veist, hvað þú veist, og það var svona mín pæling af því sem skrifaði í pistolum þetta, að þú veist, þetta er svo mikill þetta er svo mikið, hvað við að segja það er svo mikið kraftur í þessu að þú veist, það er svo margt sem við viljum ekki raunverulega vita, sko. Þú veist, og það er svona og ég tegði þetta mér þessu upp í og ég held að standa alveg við það, ég held að þetta nái upp í guðstrú, skilur, að svona á endanum viltu ekki vita sannleikann, skilur. Þú vilt ekki hitta Guð? Nei. Ég myndi ekki vilja fá hann hérna í viðtal. Nei. En að hann, hérna, það myndi eiginlega bara þá tegja töfrarnir. Já, þú veist, af hverju eru við hérna? Þú veist, þegar botnið kvöld, þú vilt ekki vita það. Þú veist, þú vilt ekki vita það, skilur, þú vilt fá að hugsa það. Já. Og það var svona, að því að svo byrjaði hann á Instagram, sem sagt, og byrjaði á einhverjum samskiptamiðlum. Og svo þetta var fyrir nokkrum árum, svo tjekka á því daginn og hann svo gufaði þetta upp, sko. Okay. Hann gafst upp á þessu. Já. En hann var mættur á Instagram að selja mér eitthvað snakk og eitthvað drasl, sko. Og það voru mér mikil vonbrigði og ég skrifaði pistil það. Og líkti þessu við Hvalfjarðargöngin? Já, ég líkti á svona Já, þetta var pistil á Rás 1, sko. Já. Og var Busquets og ég ímyndaði mér kannski að margir hlustendur væri kannski ekki djúpt inn í nútíma fótbolta, sko. Þannig að ég vildi svona
reyna að útskýra á sem stystu máli hvað Sergio Busquets væri í fótbolta og hann var svona, einu sem datt í hug væri, hann væri bara eins og svona einhver Hvalfjarðargöng, sko, hann bara svona sem býr til einhverja mjög mikla skilvirkni og lætur hlutina ganga miklu hraðar en þeir gerðu áður, bara að þeir eru svo fljótur að hugsa, sko. Já. Og hann væri þannig eins og smá svona Hvalfjarðargöng milli varnar og sóknar, sko. Já. Það var En ef að Hvalfjarðargöngi færu, þá myndum við finna fyrir því, en við erum ekki að pæli þeim annars og það sama með hann. Já. Hann einhvern veginn, hann alltaf til staðar, rosalega traustur, svakalega pottþéttur, en leið og hann hætti í liðinu, þá fundu allir fyrir söknuðu. Já, algjörlega. Og það var maður þarf svona það var svona svolítið góða tilfinningu fyrir fótbolta til að skilja hvað hann að gera rosalega hluti, sko. Af því að þetta virkar allt svo látlaust, sko, og svona einfalt, en það alls ekki, sko. Og þú sækir þú svona, hvað að segja, þetta svona þú duglegur í örsögum úr samfélaginu, þar sem að það einhver ein persóna eða eitt atvik sem þú tengir við eitthvað annað og það verður eitthvað svona samofið, eitthvað sem á alls ekki sameiginlegt. Það leikurinn þinn alltaf? Sókrates í Lágmúlanum, í apótekinu Lágmúla, og þarna upplifum maður svona Sókrates og maður alltaf með þess að svona nánast eins og guðsmynda honum reynda líka, sko. Og svo settur hann á tröppurnar í Lágmúlanum þar sem allir að fara í apótekið að það geti sér lifað ekki. Jú, þetta tengist því sem var að tala um á hann, að það sé aldrei neitt í Laugardalnum. En það alltaf einhverju Lágmúla. Það bara því ég býð nálægt og einmitt maður fer í göngutúr niður í Laugardal, þá labba ég Lágmúlan. Ég tek svo oft bara myndir af þessu fyrir vini mína og sendi þeim, af því að þú veist, þetta alltaf bara eins og það sé bara svo Björk sé að fara að halda tónleika, það alltaf bara bílaröð, sko, inn og út af stæðinu hann við apótekið í Lágmúla. Og þú veist, það kemur enginn labbandi, en af hverju? Og það bara einmitt, þú veist, af hverju eru Íslendingar alltaf í apóteki sínum mér, það verðist vera rosalegu business að reka apótek og það var mér svona smá hugleikir bara, af hverju enginn í Paradís niður í Laugardal, en þú veist, það eru allir á bíla, þú veist, bara bílastæðið fyrir utan Livju í Lágmúla bara eins og eitthvað á Manhattan, skilur, þú veist, og já, þá hugsaði ég með mig, þú veist, Sókrates sem svona gekk torg, gekk Agóruna í Aþenu og spurði fólk spurninga, þú veist, hann gæti ekkert verið niður í Laugardal. Og hann væri eiginlega ekki, held ég, niður í bæ, þú veist, það alltaf bara túristar og svona, eða svona langmest, sko, á kvöldin, menn hann væri bara í Lágmúla, skilur, þar myndi hann hitta þjóðina. Eða kannski sundlaugum, skilur. Kannski sundlaugum. Þjóðin í laugunum eða Lágmúlanum. Þjóðin í Lágmúlanum, þú veist, það svona bókað að þú hittir hana þar, skilur, þannig að hann gæti verið þar og svona labba með fólki upp að innganginum og spurta einhverja spurninga. Það var svona hugmyndin með því. Já, að þar nærðu í þjóðarsálina. Þjóðarsálin í Lágmúla. Það kemur þjóðin saman fyrir utan Livju í Lágmúla. Hvað, að því að þú ert svona í hausnum svona flökkukind að fara úr virðulegu ráðuneyti yfir í bækur og öfugt og ertu búin einhvern veginn að ákveða svona hvernig þið langar að hafa þetta eftir 5 ár? Eða ætlar að láta ráðast? Já, ég trúi á eins og Föðublómi kallar improviseruðu tilveru, sko. Veist, ég trúi á það og ég trúi á svona, ég nánast, sko, aftur ég svo mikið fornaldapervert, sko, ég nánast svona forlaga trúar, sko. Veist, það eitthvað sem leiðir þig áfram og þannig að maður bara fylgir því, sko, þú veist, og ég svona bara forvitin að eðlisfæri og svona vil prófa nýtt og ég bara vil vera óhræddur við að svona fylgja mér áfram og ekki gott líka að íta ekki á eftir hlutunum bara? Að leyfa þeim einhvern veginn svona pínlítið að gerast? Jú, ég tekist aftur í svona að tala með hann að reyna einhvern veginn að stýra hinum ytri veruleika, þú veist, að vera einhvern veginn að
þú veist hafa einhverjar stórkostlegar áhyggjur af því að geta ekki lifað sem einhver svona professional skrýbent bara á því, þú veist það bara eins og það og maður lætur það ganga og svona reyna bara aftur, ég alltaf að reyna að minna mig á það bara að þú veist, bara svona að svona sátt manns við sjálfan sig og lífið og tilhöruna bara kemur að innan og það bara eilíða verkefni að ná því sko. En stuttasvarið bara nei, ég veit ég mun alltaf halda áfram að skrifa því það bara sem ég geri sko, en það bara, þú veist, maður bara við spyrjum bara leikslokum sko, þetta bara kemur í ljós og ég bara svona treysti sko. Takk Takk fyrir. Gaman að vera með þér. Takk sem leiðis.